Ert að hlusta á Talaðu við mig á Samstöðunni. Talaðu við mig. Gott kvöld og velkomin í þáttinn Talaðu við mig. Ég heiti Álfheiður Karlsdóttir. Ég heiti Emilia Grills. Og í þættinum í dag erum við með ekkert eðlilega góðan gest. Ég ætla að hendi. Hann er fjöllistamæður, tónlistamæður, fashion icon, frumkvöðull, business mogul. Hann elskar hockeypulver út á hafragraut og The Bush. Hann er Aron Kristinn. Vá. Velkomin, verður hjartanlega velkomin. Kæri þakkir. Wow. Varstu sáttur við þessa kynningu? Þetta var flott kynning sko. Ekki bara? Já, þetta var flott kynning. Já. Kæri þakkir. Bara Fyrir að hafa velkomin. mig, þetta er yndislegt. Já, Ó, það er svo gott fucking, að já, heyra. takk fyrir að koma, sko. Þú ert eiginlega draumagesturinn okkar í þetta pod, I heard. You heard? Já, I heard. Kannski erum við að segja Já, það ég frétta. Ok. Nei, Oddur reyndi að fá mig eitthvað fyrir 2 mánuðum eitthvað. Oddur Klötz. Já, Já. komst ekki. Einmitt, En þú ert mættur núna Ég er mættur. á rauðaborðið. Já. Hvar eigum við að byrja? Já, fyrst? fuck, hvað Segir eigum við mér. að byrja? Það er svo mikið sem okkur langar að spyrja það, sko. Já, það er hansi margt. Já. Þetta er náttúrulega menningapodcast. Einmitt. Ég var að byrja, hvaða menningu ert þú mest að neyta þessa dagana? Hvað kúltúr? Hvað kúltúr ég að tappa inn í? Ég er að tappa inn í gamalt rock og country. Jó. Nýtt country, gamalt rock og Ameríku og Ísland og já, eitthvað meira. Geðveikt. Já. Myndirðu segja að Ameríka væri bara því besta landið? eða? Mér finnst Ameríku snill sko. Já, Mér finnst Ameríku, hafið þið farið til Ameríku? já, ekki. Já. Já, það er næ sko. Það er geðveikt. Það er geðveikt. Það er geðveikt. Pæli í bara allir í menningunni. Öll menning sem við þekkjum, low-key, Basically, kemur frá sko. Bandaríkjunum. Já, bókstaflega. Þannig að já, það er þetta sem ég er búin að vera að tappa inn í sko. Af vísu er ég sko búin að vera svolítið í orlofi með dóttur mína, þannig að ég er ekki búin að vera mikið að skapa. En þegar maður fyrir að skapa þá mun ég tappa inn í einhvern annan brunn, eitthvað nýtt. Já, Það verður gaman já, sko. Já. Skoða myndir, sjá hvað er fyrir þetta sko. En ertu að fá tónlistarinspo frá rocki og country? Orku-info sko. Orkuinfo? Já, þú bara spila eitthvað lag og fær bara, þú getur hlusta eitthvað lag og það bara tekur orkuna hérna, þess að getur hlusta eitthvað lag og bara fær þetta bara orku. Hlusta mikið á Dire Straits núna, Money for Nothing, ég veit ekki hvort þú veit hvað lag það er. Rosalegt sko, maður bara kemst í gýrin við það sko. Ok, Vá. fuck. Ok, ég kynnti þig náttúrulega sem fjöllistamann. Já, Er tónlist samt er það passionið þitt? Af því að þú ert væntanlega með mikið af svona creative outlets. já, sko, ég hef alltaf fattað að þegar ég fer og ger eitthvað sem að er minna, þú veist, þegar ég tek signalið mitt frá tónlist og yfir í kannski að gera eitthvað föt eða gera eitthvað TikTok og eitthvað dót. Tónlist er dæmið mitt, sko, sem er svona skrítið, sko, já, maður fattar alltaf meira og meira og sérstaklega bara hvað maður er góður í að gera tónlist og góður að flytja tónlist og fattar einhvern veginn tónfræðina, þannig að tónlist er mitt, en mér langar einhvern svona gaur sem er með mér alltaf. Já, fucking, já, Fattar mig. ég skil þið svo. Byrnur og Banga Boy og þú veist, Já, já. Flóni og Flóni, þú veist, eitthvað. Já. Kannski það bara að vera gaurinn minn, þú veist. Já, ég held Já. að vera að tala um bara gaur sem væri bara alltaf með þér. Nei, já, eiginlega taka bara myndir eða skrifa já, niður reyndar, allt sem þú það væri hugsaðir. næst líka, sko. Já, Það væri Það er sweet, sko. draumurinn minn. Já, en þú ert að tala um svona dúo. Já, Já, það væri næst. já. En varstu í tónlist sem barn og svona? Ég var ekki, sko, ég lærði píanó og lærði tónfræði og var látin syngja einsöngva í skóla, þannig ég var alltaf lítið sætur, krútlegur, kunni syngja. Og það hefur einhvers konar skapað, þú veist, einhverja hugmyndum að ég gæti þetta, en síðan líka bara það sem að veitti mér innblástur í að gera þetta for real var bara einmitt strákar í hverfinu, GKR úr Vesturbænum, Flónir úr Vesturbænum, Alsandi Jarl úr Vesturbænum, Já. sjá bara svona gaurar sem að kannast við, bara þeir að gera það, já maður er full af verð, I'ma do this. Fuck já. Já. Ok, geðveikt. Er uppáhaldið þitt að performa eða að skapa tónlistina eða hvað er svona uppáhalds? Sko, vá,
Mér langar að þetta sé gett skemmtilegt podcast. Ok, og ég að fara hans mikið. Nei, en þetta er góð spurningar af því að sko stundum ógeðslega gaman að performera og stundum ógeðslega gaman að skapa. Málið þegar maður að skapa þá veist ekki hvað að fara að koma. Fattu bælinga? Þú getur farið í stúdíóið og þú fær bara, þetta er bara einhver svona jackpot, þetta er bara spilakassi og getur farið bara og hittir á bleikar eins og eða þú hittir ekki á neitt. Og það er bara einhver tíðni sem í gangi þá. Þannig að skapa getur bæði verið krefjandi en það getur líka ógeðslega skemmtilegt. Aðalega skemmtilegt, sérstaklega þegar maður frelsa sig aðeins frá einhverjum konseptum sem að, þú veist, ég get ekki sagt þetta eða ég get ekki, þú veist. Og það var minn sem síðust projektið mitt, þá var ég bara eitthvað, mér langar að segja þetta allt. Þannig að það sé ekkert skrítið hvað ég segi aldrei. Það er genius. Það er the way to go, sko. Af því að maður líka, þú veist, ég get ímyndað mér að sé alveg skeri að vera eitthvað að henda í bara eitthvað lög og eitthvað. En maður er ekki eftir mikið að pæli hvað allir er að hugsa hann, skilur. Já, þú þarft alveg að geta, þú veist, hérna gæslega bara drepið, þú veist, foreldræna og hvað þeim finnst þig og systkiniðin og viniðina og alla fattar mig. Bara hendi í eitthvað rugl. Og í því, þú veist, í kjölfara á því þá einangrast maður, þú veist, líka í smá skilur mig að þú fer að gera eitthvað sem að, þú veist, er kannski óskiljanlegt og fólk fer að tala þig og þú þarft alveg að vera tilbúin í að vera bara eitthvað vita að fólk sé að tala þig en það skiptir ekki neina máli. Það ekki neina persónulega. Ertu með mikið haters eða veistu það? Ég held ekki nógu mikið, sko. Nei, langar sem rosalega skrítið því ég var bara eitthvað, ég er að gera plötu sem heitir, þú veist, Logsins og ég er að gera Ríða svo vel og Búin til Baby og Hvernig ertu nakin og bara eitthvað, þetta hefur aldrei verið gert á Íslandi og þú veist, mér fannst þetta að vera svo risky og síðan var enginn sem var eitthvað að kontesta þetta og ég bara eitthvað, hvað þarf ég að gera eitthvað meira reckless til þess að fá minn hita, fattar mig. Það því að maður vill, ef þú ert ekki með einhver fólk sem að, þú veist, hatar þig eða þú veist, heitar á þig þá ertu ekki að gera allt rétt, sko. En ég finna það samt, þú veist, að með takk og að vera frjáls að posta TikTok og hvað, þú veist, það er fullt af fólki sem heitar á mann, sko. En er það ekki bara stemning? Já, nákvæmlega. Ertu meiri rassa eða brjóstamæður? Ég myndi segja seasonally, sko. Það fer eftir. Þú veist, núna er kannski brjóstasíson. Ok, ég myndi halda að það væri öfugt. Það? Hvað væri rassasíson? Já, ég veit ekki ekkur. Ég var að hanna ból á þann, mér langar að sína ykkur hans. Já, takk. Bara helst. Hvað ert þú, Emilia? Ég þú veist alveg svarið við þessu, ég er brjóstakona. Bara í gegn, sko. Ég er það líka, sko. To be honest. Af því að, einmitt, þetta er einhvern veginn, en þú veist, ég kann alveg að meta góðan rass að sjálfsögðu, sko. En þetta er góð spurning, hún er oft spurð. Já. Finnst mér. Ég vissi að ég búið að svara þessu spurningu svona 16 ár. Shit. Sjáðu þennan búr. Yes. Demanta, sko. Fuck, þetta er geðveikt. Shit. Ég þarf að fá mér svona. Best hits in Iceland. Best hits in Iceland. Já. Þú ert líka með ból sem stendur á hérna sem er upp á borðinu. Of heit fyrir Ísland. Of heit fyrir Ísland. Viltu sjá eitthvað frá honum? Já, bara tóka með hérna. Þetta er ekki örgulega oft á rauða borðinu sem að fólk er með product placement, sko. Nei, það er sikkert. Fyrir þau sem er að hlusta í útvarpinu, það er að segja að bólur á borðinu sem stendur of heit fyrir Ísland. Takk derra á sko borðinu og takk flip-flops bara undir borði. Þeir eru komið í sölu. Ok, það. Þeir eru geðveikir. Illaðir, sko. Myndið þú segja að þú verið þú bara frægast í maðurinn á Íslandi akkur núna? Ég veit ekki. Ég fekk spurningu daginn, ég var með hérna fyrirlestur fyrir læknanema á öðru ári. Kynfræðslu, með kynfræðslutíma. Í alvörunni? Já. Og ég átti að kenna þeim framkomu, hvernig maður að koma fram, af því að ég er greinilega eitthvað góður í því. Ok. Og í kynlífi þá? Nei, kannski, ég hefði getað gert það líka, en ég var bara þetta var hvernig þetta kom fram, þú veist, bara live, bara að vera með einhverju kynningu eitthvað tótt. Og þá var ég spurður, hvernig er að vera frægur? Og ég var eitthvað, ok, þú veist, I'm there, ég er frægur. Og mér langaði alltaf að vera frægur. En að vera frægur er betri hugmynd en að vera það, fattar mig. Ok. Af því að þetta verður svona tókstrita, af því að þú elskar fólkið sem að veit hver þú ert og pælir í þér. Já. Og koma upp að þér og segja hæ og biðja myndir á hvað. En síðan ertu samt líka með svona félagskveða gagnvart þeim. Þú vilt smá forðast að hitta. Fattuðu mig. Já. Það makes sense. En þú veist, hvaða expectations, eða eins og maður segir,
eitthvað annað, væntingar. Hafði ég til þess að verða frægur? Já, sem að eru ekki að maður eru bara eitthvað fokk ríkur og að maður fengi bara eitthvað handouts frá einhverjum, þú veist, einhverju liði. Já. Og það er ekki þannig. Ekki, þú ert ekki að fá fríar bara strippara heimtiðinn og hverjum degi. Nei. Nei, reyndar ekki. Ok, þú verður að breyta því. Kannski er hægt að sækjast í það, en ég er ekki að reyna það. Nei. Það er alveg valið. En já, fattu pælinguna. Já, einmitt. Langar ykkur að vera frægar, væntanlega. Já, væntanlega, sko. Ég veist ekki á. En svona, samt, það er nefnilega ekki að tala um þetta, sko. Að langa að vera frægur. Nei, það langa, og sérstaklega, þú veist, minnst þess að ykkar kynslu, hún skammar sér svolítið fyrir þetta og þetta er Ameríka aftur, þú veist, við erum svo influensa Ameríku og það er bara eitthvað svona, þú veist, þú ert bara átt að vera fólk stolt að vilja vera frægur eitthvað og planið mitt var alltaf eins og bara Íslendingar gera bara Simmi og Jói, vera bara frægir í sjónvarpinu og fara sem bara að verða eitthvað milljónamæringar og stofna ykkur fókinn hamburgerstað og Bubbi selur katalógið sinn til Landsbankans og bara eitthvað, þú veist Aron Kahn og Aron Móla opna eitthvað fokkin hafragrautstað. Gerðu þér það? Já, það gleymist, sko. Það gleymist alltaf. Hann var líka fokkin góður. Frikki Dóri Jón Jónsson opna eitthvað franska stað. Já. Þetta er aðeins íslenska leiðin. Já. Og ég er náttúrulega með mitt fatamerki, en þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki eins og bara að vera ríkur í Ameríka sem bara eitthvað gera eitt lag. Nei. Þú fær bara, þú veist, 100 milljónir eitthvað. Já. En ég er sammála sko einmitt að okkar kynslóð skammi sín fyrir að vera með bara drauma og væntingar til lífsins. Já. Það er svolítið sorglegt sko. Já. Það er það sko. Af því að líka ef maður orðar það ekki upphátt, þá er það einhvern veginn aldrei að fara að gerast. Nei, nefnilega ekki sko. Nei. Þannig að ég held að margir séu kannski bara innst inni að vona að þeir verði ríkir og frægir. Já. En þú þorir ekki einu svona að tala um það. Já, mitt. Já, ég veit. I know. Já. Ég get eiginlega náða þessu út úr öllum bara, já, þú veist, það viltu vera frægur. Já. Það er eitthvað præma listlíkt í þér og viltu vera síður og vera frægur, fattar mig. Já. Og síðan vindur upp á sig og þú verður frægur. Já. Og þú ert bara eitthvað, ekki það að mig langi eitthvað að vera ekki frægur. En það er maður samt bara svona orkulega séð að passa upp á hana. Já. Það er bara mjög mikið áreiti og þú mátt ekki síðan er fullt af fólki sem er hvað er hann að segja hans í frægur, fattur mig en þú veist, við hlustum ekki að þau skilur en af því að þú vill ekki koma fram að virðingu við allt þetta fólk sem að þú veist margt að því elskari en stundum er það bara kemur svo illa fram við mann að maður bara wow og ef maður er reaktiv að þá er maður svo mikil hálfviti, fattur mig fyrir að vera vanþakklátur og dót sko þannig að maður er hella sko Við vorum alltaf að reyna að fá því í poddið fyrir svolítið síðan og svo fórstu til Gústa B. Já. Og þú veist að segja eitthvað svona, vitið þið hvað eru margir þrollar sem er að reyna að fá mig í podcast og við vorum bara, shit, við erum þrollar sem er að reyna að fá. Nei, ég myndi líka segja þetta við ykkur, þú veist, ég fer ekki mikið á podcastum sko. Nei. Ég er bara eitthvað að tjá mig á mínum megin vilum sko. Já, það er bara alveg fyrir sko. Þetta er alveg galið teiki að henda sig. Ég var líka hrættum að þú heldur kannski að þetta væri eitthvað ambush af því að þetta er eitthvað Hér? Já, ég veit, ég treyst ykkur ekki ennþá, fattar mig. Býtum bara að kalla mig. Ég bara, þið gæti klára mig, skiljum mig. Og það er líka uppsetti fyrir mig að fara í svona podcast. Já. Er ekki til að hátt. Nei, það gæði fyrir okkur, sko. Já, þú veist, en það er einhver ferskleikinn og þú veist, reynduð tvisvar og í gegnum odd og bara eitthvað og bara lokaði minna að fá ekki borða, þannig hér er ég og mér skaman að vera hérna. Fá ekki á, við erum að expósa okkur hérna. Það var ekki eitthvað mysterious og cool, skilur. Nei. En af hverju vildu þið fá mig? Þið, af hverju vildu við fá þig? Bara kóngurinn sjálfur. Við erum bara huge fan. Nei, Aron. Grilla mig? Nei, alls ekki. Og ég trúi... En er ekki svona MH-gælur eða? Jú, en það var back in the day. Nei, af því að þú veist Ég skilgreinum ekki sem MH gælu lengur. Nei, en þú veist eins og MH, það var alltaf svo fyndið þegar Club Dub fekk bókanir á MH þá var ekki svona, Club Dub mennur bara uppi, skilur mig við erum bara einhverjir artíst, þú veist og mér finnst þau raunverulega listin mín vera þú veist, ég er alltaf bara eitthvað úr Vesturbænum, ég er viðskiptafræðingur ég var í fótbolta, ég var í Vestló en ég er að gera fucking poppin shit, skilur mig Þetta er allt hluti sem að mér langar að gera, eða sem að mér langar að vera. En þú veist, hann er að segja út af því að við vorum í MH og upplýðið þú þegar þú varst að spila með Club Dub að það væri einhver svona level af kaldhæðni. Smá, skilur mig. Ég skil það ógeðslega vel. En síðan mættu við og það var ógeðslega gaman og allir voru að syngja eitt lögin. Já. Það er nefnilega máli með sko MH-inga
að þeir eru alltaf að vinna með eitthvað svona gett kaltaði dæmi, en svo eru þeir að dýrka þetta. Þú veist, Flóni kom inn svona, var allir eitthvað, Flóni að spila eitthvað svona, og svo bara mætti hann og það var allir bara, já, þetta geðveikt. Já, væntanlega. Nei, við erum bara við erum bara aðdáendur, skilur. En mér finnst alltaf, ég var alltaf smá offended, það var líka eitthvað einhverjum daginn í þessu poddi, það var eitthvað svona skilgrinn okkur sem MH-gjallur og ég var svona, hvenær mun ég brjótast undan þessu stimpli að vera, af því að þá eitthvað svona eitthvað svona eins og maður sé alltaf að gera allt einhvern veginn á einhverjum forsendum. Einmitt. Það það, sko. En þú veist, örugglega eins og eitthvað svona, það ekki verslóstrákur. Nei, ég meina en að þú veist, þetta bara spurning, það að grilla mig, fattar mig? Nei. Þið kallað að fá mig Þú verður bara að bíða, kallið minn, sko. Nei, en við erum ekki á því. Nei, ég veit það. Tókst þú veipið mitt? Nei, ég alltaf ekki. Ég bara með nefgurinn. Já, nefgurinn frá Pretty Boy Choco. Já, ef að henda okkur í smá lið. Já, gerum það. Gerum það. Má ég fá veipið þitt? Þú veist, ég held að Aron hafi stórið. Ég ekki með það, sko. I promise. Nei, ég held að það sé frammi. Ég með þess. Ok. Sái, sko. Ok, ég sé satt, sko, þetta eitthvað nýtt sem ég var að vinna með. Ég var eitthvað svona að fara að sofa í gær og var þú veist að reyna að loka í honum og svo var ég ekki, fuck, þetta alveg, þú veist, mér langar að henda þeim í þetta. Okay. Og einhvern veginn, titillinn bara bussin spurningamerki. Og þú veist, þið verður bara að segja hvort þessi bussin eða ekki í rauninni. Og fyrst að fara í ljós vikulega og þú veist, vera með, þú veist, árskort. Mér finnst það að vera bussin pæling, en ég held að maður þurfa svo drullu agar til að skýra það. Ég fyrir bara ljós ef ég bara eitthvað, ég þarf að fara ljós. Já, ok. Fattar mig? Ekki vikulega. Bara, hvenær þarftu að fara í ljós? Þú veist, bara ég sé mér í speglum og er eitthvað, ég þarf að ljós. Já. Sko, ég hef aldrei farið í ljós. Í alvöru? Þar sem ég er MH-gjalla, já. Þú hef aldrei farið í ljós? Aldrei farið í ljós, sko. En ég ætlaði að fara í ljós daginn, það var allir að segja mér að maður getur fengið krabbamein í rassinn og mist rassinn, sko. Maður getur fengið krabbamein í rassinn alltaf, sko. Ég fer ekki oft í ljós, nei, en ég hef alveg pröfað. Já. Það er geðveikt. En mér langar smá að kaupa mér árskort, sko. Já. Ég líka, en ég er samt sammála, ég myndi aldrei ná að gera það vikulega, sko. Nei, ég myndi alveg hendi það. Mér langar smá að byrja að gera þetta og vera bara með kalenda bara og verður að fara ljós hana af því að í vetur, þú veist, núna eru öll svona frekar brún og sæt. En síðan verður maður alveg fucking hvítur. Ég veit það, það voru ógísli, það voru gegnsæðir. Já maður, það fyrir útlanda og fólki sem tekur á mótum mér bara, hvaðan kemur? Hvað, bara hálfra þess að þú heima? Ok, þannig eitthvað finnst það bussin? Ég er landi bussin, já. Ok. Næst er að nota ChatGPT svona semidaglega. Þú veist, bara með vangaveltum og spurningum. Nei, ég nota hana ekki í einhver svona sálfræði pælingum. Nei, en þú veist, það er bara eitthvað að pæla í einhverju, skilur. Þú veist, ég var bara eitthvað, af hverju er Azealia Banks umdeild? Það er næs. Já. Og af hverju hún er hún það? Af hverju er hún það? Ótrúlega óhefluð. Hún segir allt sem hún segir. Alltaf. Hún er með tónleika í desember hérna heima, sko. Í alvörunni? Shit. Mér langar að þá. Já. Var hún ekki að vinna með eitthvað homofóbik? Jú, hún er alltaf með eitthvað shit, sko. Já. En síðan er samt eitthvað bæ, þú veist. Já, nákvæmlega, ég elska þegar það er þannig. Já. En sko, jú, mamma mín gerir þetta og mér finnst mamma mín bussin, þannig að ég ætla að segja já. Ok, næst er að vera legasjúkur. Ég líga ekki, sko. Bara ég það hittaði mér svo hart þegar ég heyrði demóið hjá Herrin Heitsmjör. Af tala minn skít. Það sem hann segir, ég gerir samningu Guð og ég er ófær að ljúga og ég genuinely þekki netuna og hann er ekki lygari. Ef hann hefur ekki eitthvað að segja þá sleppur hann því að segja það, fattar hann, og lýgur ekki. Þannig að ég er búin að temja það síðustu nokkur árin að ljúga ekki neitt, sko. Ok, það er þannig að þið finnst það bara ógeðslegt. Já, mér finnst það fárlegt, sko. Okay. Já, ég er eiginlega sammála, sko. Já. Af því að ég á það til að þú veist svona hendi í svona smá hvítarlegar og maður finnur það hægt og rólega alveg drefur í manni sjálf. Já, þú fer bara niður í skömm og skömm er bara ógeðslegt. En vitið svona stundum maður að segja sögu og hún kannski kom fyrir skilur systur mína. Já. En ég segi svona að það hafi komið fyrir mig. Já. Já, ég tengi. En það er samt ekki gott. Akkur ég sagði ekki bara systur mín, skilur En það er cool fyrir þig. Já. Já, alltaf ekki. Já, ég fíla ekki legar, sko. Nei, ég er sammála. Ég er grind með legasíki, held ég, sko. Ég held það.
Eða þú veist. There's a way out, sko. Já, Já, það þú ekki. verður bara að hætta því. Og næst þá að vera geðsjúkur. Já, Ég held að sko insanity sé bara ekki til. Ég held að geðsjúkdómar, sko, að vera psychotic og að vera insane er ekki endilega sama, sko. Nei. Insanity er bara eitthvað að segja sama hlutin og búast við. sinnum og búast við einhverju nýju og eitthvað, Já, þú veist. já. Og the human mind er að einhverju leiti insane og allir eru eitthvað insane, það er ekki allir psychotic, sko. Og ég er ekki vissum, ég er ekki að mennsplina, ég er að segja, sko, psychotic held ég ekki eins og til. Og ég sammála þér þarna, já, sko. já, En að vera já. insanity er til. Já. Að verða insane. Já. Bara, já. En ertu að tala um psychotic sem þá geðsjúkdóma? Já. Að vera geðsjúkur. Já. Að það sé bara ekki til, einmitt. Ég held það. Ég held það, sko. Ég held að það sé bara superpower sem að þú veist, þú ert ekki geðugjöful, þú ert bara ofurhetja. Já, Það kallar mig geðveika. Jú, ég held að þetta sé, byrðu hvað svo að spyrja hvort þetta sé til eða hvort allir sé þetta. Nei, bara hvort það sé bussin eða ekki. Já, hvort sé bussin. Jú, þú veist. Ég þekki alveg að sjúka gauðra, sko. Fer eftir, sko. Sumir eru fucking bussin, sumir eru bara fucking Já. En þú veist, já, ekki bara hægt að gefa þeim einhverja pillu til að geta Jú, örugglega. Það er allir á spýti. Er það Elvansi? Nei. Nei, reyndar ekki, Nei, sko. það er allir á fucking Elvansi, Já. sko. Já, ekki ég, sko. Þegar ég fer á Elvansi, ég bara breytist í eitthvað skrýmsli, sko. Já. Ég bara gerir sem ekki rugli, ég verð að hætta því. Já. Gott að hætta þig. Ég veit það. Ekki byrja aftur á því. Það er hræðilegt, sko. Já, er þetta bara rugl? Þetta er rugg, Þetta er sko. algjört rugl. Ok. Þetta er bara dóp, sko. En því að ég var að hlusta á podcastið hans Bergþórs Mássonar sem hann var að tala um að þegar hann tekur Elvansi og svo bara gerir hann gett mikið að dóti og svo lítur maður yfir það daginn Hann gerði eftir shit, sko. og það er bara rugl og ég Já. tengdi svo ógíslega mikið. Ég tek Elvansi og ég Er bara... það svo heilagur andi? Já. Já. Það er að morphing. Ég sko, mér dætrir mér svo mikið um Bergþór Másson. Já. Já. Út af því að það er, vitið þegar maður hlusta gett mikið á eitthvað, er að Já, já. neita einhverju og það verður svona hvernig maður hugsar hlut. Já. Þannig að núna er bara allar hugsanindar mínar eru eins og Bergþór Másson sé að tala um það í heilugum anda. Ok. Og svo er ég líka ekki mikið að horfa á Love Island, þannig að oft verður þetta einhvern veginn Bergþór Másson að tala um Love Island Já. og hann er Vá. sammála mér með allt og ég er bara jöp. Ok, geðveikt. Já. Ok, þannig ekki finnst það bussin. Já, Já. þú veist. Ok, hvað finnst ykkur bussin að nota peptides? Nema þetta er ekki, þetta er peptides sem að gera bókstaflega allt. Þú veist, Já. gera þið fucking brúnan, fucking mjóan, fucking hávaxinn, þið bara Það hefði hvítaneglir. verið gaman þegar það var svona tímabil í svona apríl þegar það var alltaf að koma í. Mér finnst alltaf verið búið að fara niður núna. Eða, það er allir einhvern veginn að followa mig núna á Instagram, eitthvað Peptides Iceland. Það veit ekki, ég hefði verið til að prófa þetta, sko, en ég sleppi þessu, sko. Ég veit eiginlega ekki hvað þetta er. Nei. Ég held að maður spreyti sig eitthvað. Sprauti sig, ok, þá, þú veist, nei. Ég hélt að ég verði nefnilega að taka peptides en ég var bara að taka eitthvað kollagen. Það eru peptides, sko. Collagen peptides. Já, Þetta er ég var bara að taka eitthvað. það. Mm. En þú varst ekki að sprauta þig? Nei, ég var bara að setja út í vatn. Já. Bara að drekka þetta shit. Ok, að horfa svo eiginlega bara á íslenskt sjónvarpsefni. Böðsinn. Ok. Eða, ok, nei, kannski ekki, ég veit ekki. Já, ég veit ekki, ég hugsa bara, þú ert öll að pæla í eitthvað, einhverju rúðþáttum eða eitthvað. Ég fór bara að segja eitthvað Ice Guys og Eurogarden. Ég fór að Það hugsa var bara eitthvað- draumurinn Já, ok, það er og skemmtilegt. Buzzin, ég sko eiginlega horfa ekki á neitt, sko. Bara ekki neitt. Nei, ég hef ekki séð einu mínútu Love Island. Nei, þú veist, Það er crazy, það er sko. fair. ekki eiginlega heldur, sko. Sko, ég nenni ekki að afsaka mig, ég er bara að horfa. Nei, En þú það veist, er svo valið, sko. Það, þú veist, ég meina, það þarf ekki að skamma sig fyrir það. Þetta er Nei. bara kultúr. en ef maður horfir ekki á neitt en samt er kannski svona meðvitaður um það sem er í gangi á Íslandi, mér finnst það alveg mikilvægt. Já, Já, já. sorry. Nei, segðu. Ég var bara eitthvað að pæla í þessu í gæra því að ég eitthvað svona er að þú veist að flytja þannig ég er að taka úr kössum og ég eitthvað fór inn á Plexi og var eitthvað, ok, fuck, mér langar að horfa á eitthvað sem ég þarf í raun og verið ekkert að vera að horfa mikið á. Þannig ég sett á ófærð, seríu 1 og þetta er galið dæmi, hafið þið hort á Finnst þér gott þetta? eða lélegt? Bara, þú veist, eiginlega ekki, sko. Ekki? Þetta er eiginlega bara Eldist algjör illa? trygg. Já, eiginlega. En það Sumt var svona alveg Ísland poppin. dót sem var poppin, maður horfa á það sem bara, what? Já, Já, það er bara eitthvað bull. já, Eiginlega, sko. bókstaflega. Þú veist, bara Og þetta er ólega. eiginlega svona dogma en samt vera að reyna að vera production. Já. Þú veist,
Þetta er fokk steikt, sko. Já, Og líka bara að hafa einhvern tímann einhverju svona hlutir gerst á Íslandi. þú veist, probably, sko. Kannski. En þú veist, já. Það er góð pæling. Já. Já. Ok, ekki fannst það ekki böðsinn? Nei, veitu. Ég hendi í buzzin. Já, þú hendur í böðsinn. Ok, næst að taka kók á átó. Aldrei tekið kók. Ekki á átó Ekki heldur. Á átó? Já. Ég hef bara aldrei tekið kók. Ok, þannig ekki finnst það ekki nett. Nei, Ég veit það ekki nett. Nei. Það eru fokk margir sem að gera það, sko. Já. Fokk þess margir að gera það, sko. Já. Verður fólk ekki bara svona, svolítið svona, já, nei, ég ætla nei. Veistu það ekki? Ok, valid. Tekið kók? Nei. Nei. Ég hef aldrei tekið kók, sko. Nei. En mér finnst fólk líka bara að vera leðilegt á því. Eiginlega, Fólk sko. verður ekkit eitthvað svona gett peppa og skemmtilegt. Nei. Það verður bara eitthvað svona, bara geðbila. Óþægilegt. Það verður psychotic, sko. Já. Það er til, sko. Það er til, það er fólk að kóki Og bara. einhvern veginn bara eitthvað, þú veist, Loki bara eitthvað svona minna fyllt og bara, þú veist, bara Já, eitthvað svona minna get fyllt. fók. Mér finnst alveg skemmtilegt þegar fólk er bara fucking fyllt Já, og já. eitthvað, bara eitthvað Já, að bylla. Svo einhvern veginn er þið komin að kóka og er bara En eitthvað. hvað er djamið þið? ég- Við erum ekki að fara á röntgen og prikið. Já, mér finnst bara svo gay að fara á röngin og ég hata það, en ég fer alltaf ekki. Já, en þú veist, við erum ekki á prikinu, sko. Já, en þú veist, ég er alveg að kreifa átó eiginlega á hverju einasta kvöldi, en það bara vill aldrei neitt koma með mér. Já, við landum mikið í því að við erum bara, ok, Já, allir á átó. Og allir eru bara, bro, Nei, við erum að drekka bjór og litla döflin er eitthvað ruggskjur, ruggl og vitlis. Hvað er þú að djama? Ef þú kannski ekki mikið að djama? Djama ekki mikið, sko. Nei. Ertu hættur að drekka? Ég drekka ekki. Hefur aldrei Ég drukkið? veit ekki. Ok, En ég hef ekki verið drukkinn síðan 2019 ok, gengsta. en ég hef samt drukkið síðan þá en ég er ekki búin að drekka núna í meira en ár, sko. Ok, shit. Er það eftir að barnið þitt fæddist? Já, sko, mánuði tveimur fyrir barni ákvæði bara eitthvað, ok, ég er ekki að fara að drekka neitt eitthvað. En síðan er ég núna bara eitthvað, ég er alltaf eitthvað svona, ætti ég að fá mér eitthvað drikk? Og það er raunverulega þegar ég segja það munum með engu. Ég get drukkið, ég get fengið kampansglas núna, myndi ekki skipta neinu máli að bjóra á þegar. Og síðan var ég var líka með Whoop og Whoop var alltaf að segja bara eitthvað, gaur, ekki drekka. Þið hvað sagði þér, Whoop? Það er svona, svona eins og Garmin úr eða eitthvað, nema þú tekur aldrei á þér. Þannig að þú veist, þú sér bara svart og hvíti og þú færði einn bjór eða eitthvað og færði að sofa, þá bara... What? Ok. En ég tók það að mér, en alltaf þegar ég er eitthvað svona, ég ætla að fara að fá mér drikk kannski, fer ég einhvern veginn sem fólk er að drekka og ég er bara eitthvað, það langar ekkert að drekka. Mér leynir svo þetta að sé það sem að föður hluturki gerir regla við mann út af því að, Já, þú veist bara, why? Já, nákvæmlega. En síðan svona, flesti pappar drekka einhvern bjór. Já. En þeir jamma kannski ekki endla. Nei, en drekka bjór, Já. já. Mér finnst það smá úrkynni að því að er maður ekki bara á a natural high, þú veist, ef maður er fully... já, maður er bara að búa til eitthvað Jú, ég meina eins og GKR til dæmis, aftur á honum, hann hefur ekki drukkið, hann hefur aldrei dópað, hann hefur ekki gert neitt, maður bara, bro, hvernig er hans meðutund, fattar það mig? Já, Hvernig er hans bara, hann hefur ekki búin að tengta sér neitt, það er hellu pæling. Já, það einmitt. er fucking hellu pæling. Jón Jónsson sko. líka, Já, þetta er hella að göra, sko. Já, Já. fuck. algjörlega. Champions. Næst er sérst að vera bara leikari í leikhúsi. Finnst ykkur að vera buzzin eða ekki? Hvaða leikhúsi? Þið segjum bara Þjóðleikhúsinu. Það er alveg illa að borga, sko. Já, Það er mikla vinnu, sko. já, en finnst ykkur það nett? Þú veist, nei, bara, veist, Nei, Loki ekki. Nei. Það er ekki neitt. Ok, Já. ég er sammála. það er ekki nett fyrir einhver fokkin teka á kassan og gera fokkin nett, þá er Já, maður bara, já. þetta er fokkin illa. Einmitt, Þegar einmitt, kemur bara, þetta er glorious purpose sem ég heit að leika í Já. Þjóðleikhúsinu, bara fokkin uppi, skilur mig, það er ekki sjensi mig. Bara eins og fucking Eggert Þorleifsson. Hann er ekki hann. Býtu bara. Já, ég er sammála ykkur. Næst er að vera bisexual. Mér finnst það böðsinn. Já, já. Mér finnst það alveg fyndið. Já. En það Já. er það eiginlega engin lengur, það er það sem er svo fyndið. Nei, það er nefnilega málið. Það eru allir orðnið það. Það eru allir hættir Já. að vera hommar og lesbíur. Er allir bisexual? I'm telling you, Já, ok. sko. Eða bara orðin straight, eiginlega. Það er það sem ég upplifi, sko. Já, Að já, fólk já. Ég bara var var gay og er núna bara straight. Já, já. Bara Það er bara, ég þekki swingið gott þannig. fólk, sko. mjög Já. margir. Ok, Já. ok.
áhugavert. Já, það gerðist bara eitthvað, það var, Einmitt. hvenær var þetta í fyrra? En mér finnst svona ef einhver er bisexual núna þess að vera svona sticking to the bit. Mér finnst það Já, vera já, svona... einhver sem ennþá græmið þetta. Já, það er svona fyndið. Bara þú ætlar ekki að Bro, it's þrjóskur. 2026. Já, og já. Það þarf ekki að vera, þú veist, Nei, putingur í hellu, þú veist. nei, þú þarfst ekki að vera Ef þú ert steppa, það er að segja. Já, ef þú er þarftu þess. Já, Já, ég hendi í þetta, sko. að vera vera bisexual. Ég að verða bara gagginni, sko. Já, varstu? Bara mamma og pabbi, you heard it here first, sko. Já. Þú varstu lessa? Ég var bara að lesa, sko. Ok. Svo bara, þú veist, nefndi ég ekki að putta lengur, þannig að ég ákvað bara að skipta gert. um Og við, ert að koma út í skápnum, bara Ég er gera að nú. koma til skapum hér nú, sko. Ég foreldrar ákvað hennar að vita gera það þetta núna, lengi. já. Vá. Það er Þegar svo eftir mikið að fá testosterone í hannakampinum og rissherrinum. Já, bara you turn the streets. Og það er svo fucking erfitt af því ég er í myndlistaskólanum Já. og kennarinn alltaf að segja eitthvað svona, já, þú bara rissar þetta upp og ég er alltaf eitthvað svona, eitthvað svona fyrst ekki að fyndi og það finnst engum öðrum að fyndi í Æi. bekknum er allir eitthvað, skilur og ég eitthvað, ei, rissum þetta upp, skilur. Ég skal koma ykkur tímann. Já, please, Já, kenna okkur að guys, rissa. rissið þetta upp, sko. Þú varst að koma inn í skapin aftur, núna, basically. Nei, ég reyni ekki, ég er að koma út úr honum, sko. Já, ég var að brjóta hann, ég var að kveiki honum, sko. Illa. Fuck being gay, I'm a, þú veist, bad bitch, eða ekki? Er það ekki lagið? Ok, þú veist, ég er með fokkið mikið en ég ætla bara að velja síðasta. Og það er að vera á styrum í World Class í Laugum. Það er held ég, sko, og Jón Stóri sagði að þetta væri sturlasta dópið. Þú getur ekki hætt á því, sko. Fuck. Sko. The male urge að byrja bara á styrum, sko. En bró, ég held að þú getur hætt á því. Veistu, þú veist, þau verið sér Gils. Já, Er hann ennþá á styrum? Held það ekki. Örugglega, sko. Held það ekki. Já, það er það sem ég skil mjög mikið þetta urge að vilja bara taka stera, verða bara fokki Já, massaðir en og það hætta þessu. breytir heila starfseminni þína að því Já. þú sem fyrir að minka og ert bara Og eitthvað, þetta er, Mhm. já, allt verður bara eitthvað fokkt að niðri. Já. Já. Sá ekki TikTok að gælanna Gurri setti eitthvað TikTok og bara eitthvað, það er svo leiðilegt að sofa hjá þeim, ná honum aldrei upp Þetta eitthvað. var konan á Gils. Nei, einhver önnur Gurri, hinn Gurri sem að var í Biggest Loser. Hefur ekki Gurri, já? Jú, Ég held að Gurri. það sé sama Gurri. Nei, það er önnur Gurri. Það er önnur Gurri. Hefur þú fannst veipið? Ég fann væri með Þú er svona bíska. gatekeeper. Það var í Rossvarsinu, viltu það? Nei, ég er góð, takk. Já, ok, shit. Ég er nefnilega mjög langið smá að hendi í það, sko. Að fara að stera. Bara, já, þú veist, já. En þegar ég pæli, já. ef tippið mitt getur ekki, það Nei. kemur ekkert fyrir En það, þá myndi skilurðu. ég fara, þú veist, þarna koma peptides inn á Já, annan máta, sko. En steri held ég bara eitthvað peptide, sko. Ég hefur næs að taka stera þegar maður var svona 24 ára í smá, ná þessu öllu upp, skilur mig. einmitt. Og hætta svo. Nákvæmlega, erum við enn þú veist? Ef að hendi í þetta. Ég held að það sé ekki gaman fyrir gælir. Hvað ætla? Ekki, já, ég er Ég held að að það sé byrja ekki átti. næs fyrir gælur, sko. En hafið hitt gæla á styrum, ég hef ekki gert það. Þú fær bara að geta mikið testosterón og Já. Verður bara Og alltaf það er örugglega gráta. bara skegg hár eitthvað. í andlitið og Já. eitthvað, Ó, missi veitu. brjóstinn og eitthvað. Fuck, ok, ég get ekki, ég má ekki við því. Sko, á ég að spá fyrir þér? Endilega, Ok, ég er nefnilega skygg. yndislegt. Sko, fyrst sko, þú ert hrútur. Nei, Nei. Nei, þú ert stengir, Hvað meinar? Ég er glæðið það einn, sko. Stengitur, sko, það eru iðjusamar og þægilegar í viðmóti. Vinna skipulega að langtíma markmiðum og stefna að því að öðlast viðurkenningu og virðingu fyrir efni sitt. Stengit er þolinmóð, metnaðargjörn, trygg vinum sínum og fjölskyldu og mjög áreiðanleg í öllum samskiptum. Veraldleg gæði og vald skipta stengitina miklu máli og hún er íhaldsöm á umhverfi sitt og á bágt með að sætta sig við breytingar. Tengir við þetta? já, eiginlega allt nema kannski á bágt með að sætta sig við breytingar. Já. Það er svona ég finnst það að vera svona meiri svona nöldur og leiðilegt viðmót, þannig að þú veist, ég kannski tengi alveg við það, fattar mig, getur verið eitthvað herbyrgi heima sem er eitthvað fucking chopped, fattar mig. Já. En það er ekki að ég forðast ekki breytingar, bara ég nenni ekki að breyta því. En svona samfélagslega, þú veist, finnst þér ekki næs? Ég fíla þróun, en síðan núna, þú veist, sem AI og eitthvað svona klot og eitthvað svona fucking kjaftaði, þú veist, og þú hefur ekki nægan tíma til þess að þróast með þessu.
þá er ég bara svona smá hræddur og langar ekki að neitt breytist. Langaði bara að flytja upp í sveit smá. Þegar maður er upp í sveit þá langar maður, en ég er bara, eins og það stendur umhverfin sínu eitthvað. Hvað stendur svona þriðju línu eitthvað? Ég veit ekki hvort það standi eitthvað. Þólum og metna að geta trygg vinu sínum. Jú, íhaldsum á umhverfi sitt. Já, það er reyni það sem að... Ég hef búið í 101 bara alltaf. Ég var hérna Vesturbæjar, þú veist, og búið í sveit fyrir mig væri bara eitthvað... Skrítið. Já, það er bara skrítið. Já. Ég tengi alveg svolítið. Mér finnst tilhugsunin mjög næs. Já. En já, ok. Sko, september verður tími heilunar fyrir þig. Frábært. Já, sko, það er verið að kalla á þig að sko svona, það er einhverja gjafir og einhverja hæfileikar sem út smá búin að vera svona fela smá. Og í september áttu bara let it loose. Let it loose. Frábært. Bara hætta að fela allt, bara allt upp á borðið. Já. En sko, svo fann ég sko að það er eitthvað smá grunnsamlegt líka í gangi. Það halda það margir. Já. Okay. En sko ekki þú. Nei. En það er samt eitthvað í skuggunum. Þú ert ekki endilega sko meðvitaður það. Nei. En ég held að það sé sko einhver manneskja í lífinu þínu. Sem er að plotta eitthvað. Smá, hún er að reyna að komast upp með eitthvað, gagnvart þér. Og þú ert ekki alveg búin að fatta, en þú mynd ekki leyfa því sko að gerast. Nei. Þú ætlar ekki að leyfa þessari manneskja að komast upp með eitthvað. Okay. En hún er samt svona smá, þú veist, hún er smá að reyna að pull a fast one on you, sko. Einmitt. En þú ert bara, í september myndu segja nei. Cool. Ég hef búin að gera það nokkur sinni, sko. Já. Mónandi, já. Já. Og já, bara að hið réttláta og góða mun sigra að lokum. Það eru skilaboðin þín inn í september. Gaman. Yes, sir. Takk. Verðið þér að því? Já, hvernig liðið þér eftir Vel, sko. Ég vona að þetta sé, þessi grunnsannlega sé bara Vera, dóttir mín. Já. Sem er bara eitthvað flott eitthvað og ég er bara, hei, vinkona. Já. Hún ætlar að stela einhverjum vasapinning frá þér. Chill. Já. Þú veist. Er hún mikið að pull a fast one on you? Hún er þetta bara eitthvað 14 mánaða, var að byrja leikskóla í dag, sko. Okay. Var það Fór hágráta þegar ég fór. Fórst þú að þegar gráta? ég kom, ég var bara eitthvað. Nei. Er það ekki erfitt? Smá, en ég er að fá frelsi mitt tilbaka. Og þetta er svona og ég er að fórna hennar sakleysi inn í eitthvað Matrix. Þannig að ég geti verið eitthvað, hann einhverja bóli og eitthvað út. Einmitt. Smá low-key eigingjönd. Já. En ég meina, ég er búin að vera í hálft ár með hana. Já. Og ég veit, þú veist, þið nenni ekkert að hlusta á hvernig það er að vera með börn, þetta er bara eltingaleikur allan daginn. 10 klukkutíma voru bara eitthvað, vinkona, verð ekki leikað með þetta en ekki hundamatinn. Já. Segðu hverjum degi, skilur mig. Já. Það er að bóða hundamaður. En þú veist, ég myndi bara leyfa henni að gera það, sko. Já, í rauninni. Lega finna út úr þessu. Já. Hún er bara eitthvað, hundamatur er ekkert góður. Nei. Hvað henni finnst það Já, góður? nákvæmlega. Þetta er maður lærir náttúrulega bara. Ef það er enginn að ala mann upp, þá bara elst maður upp sjálfur, sko. Nákvæmlega. Ég verð sko að fá að því að það eru nokkrir að því að ég sett inn sem sagt sko í story eitthvað skonar ef eitthvað vantaði ráð og fólk var mjög spennt fyrir því. Það var sérstaklega þetta, það var ákveðin aðeili sem að sendi á mig í dag og sagði ég þyrfti í raun og vera að svara þessu spurningu. Að ég eða þú þurfti að svara? Bara við öll í rauninni sko. Hún er sko, af hverju eru sígarettur ekki cool in the rap game? Já. Sem að ég er alveg smá ósammála. Ég held að ekki geti svarað þessu. Mér finnst sko sígarettur vera smá cool sko. Þú veist, væntalega. Já, væntalega. En kærastinn minni þykir það vera bara asnalegt í heimi. Það máli. En hefur hún séð bara ekkert gaur bara á hestbaki? Já, nákvæmlega, en þú veist, það er mitt máli. Það er enginn á hestbaki með kúrikahatt og sígói. Þetta er bara eitthvað gaur með bólur á Já, það er mig, það getur verið. Já, það vandur mig. Að vera úti í ykkur hotni og það er rigning úti, skilur. Ég sagði við hann daginn eitthvað, ég geti verið gott fyrir mitt brand ef ég færi núna að reykja sígarettur. Hún var eitthvað, samt ekki, skilur mig. Sko, ég held að það veri cool. Ég held að það myndi ekki breyta miklu, en ég held að það var alveg fokki nett. Ég hef alveg reykt, sko. Þú veist, ég hef alveg reykt einhver sígarettur, sko. En a long time ago, örgulega 10 ár síðan ég hætti, sko. Það getur verið cool, en það getur líka verið mjög asnalegt. Já.
En þú veist, mörgum finnst bara vond lykt og lélegt vibe, sko. Reykið á djamminu eða Ég er stundum á djamminu. Ég er alveg reykingakona, sko. Reykir síkó bara eitthvað í dag, eða, þú veist. Já. En mér finnst það líka, að því þú ert sticking to the bit, að því að þú byrjaðir þegar við vorum svona 14 ára. True. Og þú ert bara sticking to it, þegar þú ert þessi löngu 80 og 10 skur, allir hættir að reykja. True. En þú ert bara, ok, I'm gonna be straight, en Já. en ég ætla samt að reykja. Já, ætli það ekki. Ég er samt að spá nú að fara að hætta þessu. Já, þú veist, Og bara allir þessu ég vona að þú gerir það, skilur. skilur. Já. En þú veist, þetta er bara svo fucking nice. Já. Ég hlusti á bók eftir Alan Carr, Easy Way to Stop Smoking. Einmitt, já. Það hefur verið Og bent þá á hætti ég að hana, nota, ég var hættur að nota sígarettur, en þá hætti ég að nota bara vape og síðan hætti ég að nota í vöruna og bara eitthvað, Já, þú ert hættið því. pæla ekkert í myndinu, sko. Það er ekki til fyrir mér, sko. Shit, já. Það er næs, sko. Ekki mér heldur, sko. Nei. Ég get ekki orðið háð nikotíni, sama bara. Nei, ég það reyndi er alveg. alveg ótrúlegt. Álfur verður ekki háður neinu. Ekki neinu, sko, sama hvað ég reyni. Já, En það er næs. Heppin. Já, ég er mjög heppin. heppin. Það er engin svona púki. Vil ég fá eina langa? Endilega. Já. Ok, ekki með gleruðu mín, sko. Ok, ég á í svona smá affair við mjög þekktan íslenskan þjóðþekktan einstakling. Ég veit að hann á kæristu og jafnvel börn. Ætti ég að hætta, spurningamarki. Ég veit að þetta gæti verið siðferðislega ránt, but this shit is spicing up my life, ógæsla mikið, og svo er hann líka svo fucking heitur. Hvað á ég að gera? Þú veist, þetta Er það anon eða? Já. Já, allt er anonymous. Þetta er annan, sko. Fuck. Hvað á hún að gera þessi manneskja? Hætta? Já, ég segi halda áfram. Ok. Þú veist, ef hann er fucking heitur. Já, ég veit ekki. Þetta er svona... þetta varðar manneskjunum svo lítið sem er að gera þetta. Já. Ekki náttúrulega sé með af ásetningi að eitthvað vera eitthvað homewrecker. Einmitt, já, þetta er náttúrulega á þessum þjóðþekkta einstaklingi helst, Já, þetta er bara á manneskjum sem er að halda framjá og þú veist, það Já. er auðvöld að segja þú skemmtir hjónabandi mitt þegar þetta blæs allt, þú veist, þetta springur allir lótt upp. Ég meina, hann er bara eitthvað, eða þessi manneskja eða þessi gælla eða whatever er bara eitthvað nei, Já, einmitt. það fattur mig. Já. Já. Ok. En þú veist, á hún samt ekki að hætta, þú veist, er þetta ekki... Sko, jú, ég myndi kannski aðeins fara að skoða bara svona lífið þitt og hvað, þú veist, hvort Jú. að þetta sé að gera þig hamingjusama í rauninni. Já. Eða hvort það sé eitthvað kannski annar annan sem á ekki jafnvel börn. Já, þú færð hérna heaven and hell, þú færð engil og djöfla. Já. Ég sem í djöðun í þessu, en þú veist, ég er samt líka bara eitthvað, jú, hætti þessu, þú veist. Já, en ég skil líka ef þú ert skilur, ef þú ert ungur og þetta er Já. gett spennandi, þú veist, af hverju ekki gera þetta skilur, þetta er góð saga. Já, En er sagan ekki komin? Eða, þú veist, Sagan er komin, jú, það er rétt. Sagan er búin. Jú, já, sagan er komin, sko, ekki nema þetta sé bara eitthvað godly kynlíf. einmitt. Þú Eitthvað, veist, það þú veist. hlýtur að vera, Já, sko. hlýtur eiginlega að vera, sko. Fyrst að hún segir að hann sé fucking heitur, það þú veist. Já, Hver Já. er þetta sé? já, ég er mjög mikið... Já, ég er mjög forutinn. Þú mátt En endilega er senda ráðið mér ekki þetta bara, listann. þú veist... Bara haltu þessu áfram, kallið minn. Ok. Svo er annað, sko, þetta er allt frekar mikið rugl. Mér finnst frekar gott það var eitthvað stafsetningavillu og sagði hvað ég að gera ef einhver hleypti út öllum mingunum mínum í Mosfellsdal. Hvað ég, já, bara, já, eins og Hvað ef minkagurinn hefði verið einhver senda. gerði það? Já, bara eins og minkagurinn hefði sendið inn. Samt eiginlega ekki, af því að segja bara hvað á ég að gera ef einhver hleypti út öllum mingunum. Já, Það er búið að gera en er þannig að þetta þú ekki bara- djók út af því að... Jú, alltaf ekki. Þú getur ekki gert mikið í þessu. Þú Nei, verður bara alls að leyfa ekki, þeim sko. að gera eitthvað. Svo er þú veist, bara eitthvað á ég að fá mér lippfiller, ég segi já, Lippfiller, já. já, Hafið þið fengið ykkur liffiller? ha, Nei. Hafið þið fengið ykkur? nei. En ég held að það sé alveg stemming, sko. Já. Það fyrir eftir því hvort þú viljir, þú veist, vera módel. Ef þú ætlar að vera módel, þá myndi ég ekki gera það. Nei, Út af því að það sést alltaf að maður sem er lippfiller, sko. En kannski ekki Einmitt. lippflip. Er það þegar að vörin er bara flippuð flippa upp? vörinni, sko. Hvernig er það gert? Ég veit það ekki, þú veist, já, það meikar ekki sens, er hún bara fest svona? Já, ég held Er það. ég heit svona? Já, þú veist, kannski, já, gerðu Já. það bara. Hvað finnst Ef þér? þú vilt, þá Það er gera að taka sko. úr líka, þannig Já, að... facts. Sure. Bara Sure. go for it, Go minnst for það it. hot, sko. Ég hef alveg lengi verið að sko daðra við pælinguna að fara í einhvers konar, ég mun mæta, þú veist, þegar ég 60 er eitthvað við fangin hellaður Já, að Fuck, Já, já, ég já. líka. Það er líka, mér langar að fá mig boob job þegar ég er svona 60, Já. kannski. Bara Ég held að það sé já, geðveikt. Ég held að það sé líka, sko. Botox, boob job, Já. nose job, bara Já. eitthvað
nýtt slíf, Já. Fuck, já. necktats. Já, awesome. Djöðan hella að því núna, skiljum. Já. Mér finnst það eiginlega, það verður Hárið nettara greiðslu. með aldrinum, sko, að fara í eitthvað Andjók, svona. sko. En síðan samt svona, þú veist, eins og ég hef alveg líka verið bara svona, kannski maður þetta að fara í Botox eða eitthvað, 31 árs eitthvað, Já. passa upp á the traffic lights og eitthvað svona dót. Og síðan maður bara eitthvað, það er eitthvað sjarmerandi við að vera bara svona frekar heilbrigður, veðraður, aðeins eldri kall, sko. Það er Er nefnilega þetta málið. er kóp það. eða? Nei, þetta er ekki kóp. Kóp. Þú veist, ég er ekki að kópa með pælingunni að þetta sé. Nei. Ég ætla að vera þannig bara Cope City. Nei, já. En þetta er, mér finnst þetta næst pæling. Já. Sko, Bara svo Tom ég Ford veit ekki eitthvað. með þetta fyrir gauðra. Af því Með að að ég fara í sammála- Botox. Nei, Nei, af því að mér já. finnst, af því að gauðra verða náttúrulega bara heitari með Ég að fara aldrinum. aftur í þetta. Það er svo ósamlega. Ég er eiginlega samanlega Það sko. gerist Já. bara náttúrulega. Þannig að ég veit ekki með það. Nei. Ég held að gaurar eigi bara eldast náttúrulega. Þekkið eru eitthvað gaur sem að, þú veist, er eitthvað að vinna með þetta þessu dana? Bara Botox? Já. Eiginlega ekki sko. Nei, Nei. það er enginn í eitthvað. Þess vegna væri gaman samt líka að vera bara eitthvað pioneer í því. En heldur að Pretty Boy Choco sé ekki í Botox eða í drasl? Nei, Ekki? nei. Nei, Hvað er ég, þá að gera? Ha, byrju, hann lítur út fyrir eldri en ég. já, Hann ég er er alveg hann saman. samanlega. Já, en sko, það er ekki aldurinn sem ég er að spá, ég er bara einhvern veginn, Já. ok. Það er kannski ekki að fara út í þetta, en þú veist, hann Hann já. heitir. Ha? Hann heitur. Já, sumi geta sagt það, já. Ég veist, já, jú, hann er myndalegu maður. En þú veist, ég held að hann sé búinn að fara í eitthvað svona, þú veist, ég held bara að hann hafi fengið sér nýtt andlit eða eitthvað. Hann er sætur. Ég var að lesa um það, sko. Voru einhver fleiri vandamál eða, Já, eða þú en veist? þú veist, já, það var eitt hérna eitthvað svona sem er, þú veist, kærasta minn er alltaf að læka myndir af öðrum stelpum og mér finnst það svo óþægilegt, þú veist, þetta er classic spurning. Það var ekki að biðja hann um að hætta því ég hræddi að lukka jalouse. Hvað á ég að gera? Hann er frábæri að öllu öðru leyti. Varst þetta þú alveg? Nei. Kannski verður þetta kærasta mín. Já, hvað finnst þér the male perspective á þessu vandamáli? Ég veit ekki, þetta er svona ákveðið bara eitthvað, þetta þarf ekki að vera pólitískt. Það er svo leiðilegt hvað likes verður pólitíska því að það að læka svo fáir og svo leiðilegt. Já, nákvæmlega. Let's just normalize likes. Ég er svo sammála, líka að læka story. Ég vissi ekki að það Nei, fyndi eitthvað nákvæmlega, gett gaur. mikið. Ég var bara eitthvað, bro, þú veist, búin að læka story hjá einhverju fólki og Siggi Stebbi félagi minn var eitthvað, bro, hvað er það að læka þetta? Ég eitthvað, já, algjörlega gullible. Já. En hérna, það er svo ótrúlega fyndið sko hvað það er pólitískt að læka eitthvað. Bara, bro, chillið á Já, þessu sko. bókstaflega, sko. En- En Lækið ég þetta bara. skil samt alveg, þú veist, ef þetta er allt bara eitthvað bikini myndir og hann er alltaf að læka það þú En veist. samt, akkur, þú veist, akkur má Já, hann ekki nei, læka ég- bikini myndir. Jú, hann má Það er ekki það góðri bikini mynd, fattur Okay, þú? ég er sem sko, ég hérna, I salute Lára kærasta mín sko, ég er bara eitthvað að klippa einhver bikini myndbönd fyrir takk. Hún er bara eitthvað, ok, þú ert bara eitthvað að gera þetta, þú ert að vinna Já. við þetta. En það er samt for business. Já, Not for pleasure. já. En hún er samt líka, ég læka einhverju myndin daginn, ég man ekki hvað það var. Hún bara sendaði mér bara eitthvað, þú að læka þetta. Já, Já, já. ok, þannig að já, einmitt. Þannig Já. að þetta er svona eitthvað jafnvægi. Já, En er þetta, já, tengir við þetta? nei. Hefur ekki tíma að lendi í þessu að vera eitthvað svona, damn, okkur var hann að læka þessa mynd? Ég held ekki, nei. Jú, hann myndi bara ekki gera það, út af þú ræður. Nei, já, það Þú er ert búin að setja tónlist. True, en þú veist, já. Þú fílar þetta ekki. Nei, Þú fílar þetta ekki. nei. Bræði, þú ert að prinsessan. lista bara halda Já. áfram að læka, ég veit ekki gera þessu. Ég veit það ekki. Shit, sko, já. Þú veist, já, ég veit ekki. Ég læka eiginlega allt sko. Já, ég segi bara, byrjað þú bara að læka bikini myndir líka og bara myndir. Ég er bara að læka einhverja bara- byggnum myndir frá einhverjum öðrum merkjum og bara gaur. Já. Ég posti þessu öllu og ég læka þetta allt sko. Já, Fuck já. Já, free the like. Já, Það er free the like. eitthvað pólitískt eða eitthvað að ég langar að ríða þér eða eitthvað. Nei. Það er bara, Eitthvað, I'm with you. Já, Já. einmitt. já, Já, einmitt, það var já. samstæða, sko. Stelpur verða líka að posta fleiri bikini myndir, mann er kannski bara góð svona, bara já. Er það ekki postað fleiri byggnum? Mér þau verið postað fulla Ó, byggnum. ég held að það verið dead art. Er það dead art? Mér líður eins og það komið samt aftur í sumar þér að þakka Já. með Já, það, nefnilega, ég voru að segja, ég held Já. að þið séu að endurvekja Já. this dead art, sko. Vá. Við vorum að fá byggjum í dag aðra sendingu sko. Ok, fuck já. Nýtt sko. En er Samstarf. eitthvað svona, þú veist, sko, hugssjónin á bak við takk? Já. Eru þið eitthvað svona, eru þið, þú veist, hver er hún? Er hún smá að reyna að
hvítur vekja eða hver? Fucking heit. Mies, vá. Já, þetta geðveikt. Eru að vera að endurvekja gömul? Já, þetta smá svona, því það smá svona nostalgíu væp yfir þessu. Þið voruð að vinna með eitthvað svona séð og heyrt væp. Já. Er eitthvað svona í menningunni kannski sem að þú ólst upp í? Mögulega, örugglega. Sem að þið einhvers eru konar speglun af uppeldunum hans og eitthvað. En síðan líka bara maður eitthvað svona, ok, getur maður gert eitthvað sem að utanakomandi einstaklingur sem er ekki frá Íslandi geti komið og fengið smá á Íslandi inn í sig en samt að það sé bara cutting edge og gæti verið bara eitthvað merki frá Bandaríkjunum eða Breitlandi eða eitthvað. Einmitt. Það fattiði mig. Já. Okkur langar að vera merki sem er bara eitthvað svona, þú veist, ok, Zendaya er á Íslandi og það er bara eitthvað, hvað er að frétta hérna? Já, bara takk mennir með bara eitthvað fucking illa dót í gangi. Já. Bara word of mouth, bara eitthvað, þú veist, já, þeir eru bara eitthvað uppi. Já. Einmitt, bara Mr. Ísland- Worldwide. Bara representa þetta, skilur mig, worldwide, sko. Já. Það mun taka tíma, sko. Já, en þið eru samt að gera Ísland cool again. Já. Takk. Það veist, Og já. líka bara heitt aftur eða þú veist, fólk var einhvern veginn ekki að vinna, mér líður eins og fólk sé orðið miklu heitara núna Vá. eftir þessa bylgja, því að fólk er eitthvað svona, það er að fara í ljós, það er að vera í gett slett í fötum Já. og vera bara eitthvað gengsta á því í staðan Já. fyrir að vera bara eitthvað í lópapeysu og bara, ég veit Já, ekki, flauelbuxum. sérstaklega eins og bara eitthvað svona einfalt eins og bara komið með fokkin lituð föt. Já, einmitt. Brö, Einmitt. hvar hafið þið verið, skilur mig? Shit, sko. Nákvæmlega. Það er ekki hægt að fá fokkin hettpeysu Ísland sem er ekki bara eitthvað Svört. brún. Já. Já. Bara svona dökk brún. Já. Bro, Já. chill with that, sko. Já, Já, andjóks. já. Þannig að hérna er gaman að koma með smá splash of color, splash of, þú veist, líka svona smá, eins og best hits of Iceland fattir með, þetta er svona eitthvað smá edgy, en þetta er ekki eitthvað svona klárun, skilur mig. Nei. Þetta er ekki klám. Við erum að reyna að vera ekki klám, Já. þú veist. Af því að klám líka selur ekki. Ekki. Nei, þú veist, svona að einhverju leiti þetta þarf að vera svona sophisticated erotík. Eitthvað svona, þetta er ekki Já, eitthvað bara já, eitthvað bimbo heit gella, fattar við. Einmitt. Þið myndi ekkert eitthvað að reyna að köpa taktak eitthvað bimbo heit silikon gella í taktak, fattar við. Nei, Það þarf að vera já. svona mjög vel kjúrita. Já, það þarf að vera relatable, þannig Já. að manni finnst þetta að vera fyrir mann. Já. Já, ég fatt það. Ég myndi samt að þetta alveg örgulega að kaupa það. En það er bara ég. En líka svona, þú veist, með listinni þinni, finnst þið vera einhver svona boðskapur sem að þú, þú veist, að því ok, ég er smá að pæla í eitthvað svona menningunni sem að þú ólst upp í. Já. Og mér finnst þú smá svona að vera að leika þig með hana en líka samt svona eitthvað sportna gegn einhverju, Sporting gegn einhverju hverju? veit ekki, svona að því að þú veist, þú kannski ólst upp með svona Audda og Sveppa og Gils sem þínar fyrirmyndir. Sko, Gils var sko setna. Þetta var meira Auddi, Sveppa og Pétur Já, ok. og 70 mínútur. Já. Gils kemur alveg, þú veist, frekar setna, Já, sko. ok. En samt þú veist, manna sér Gils og það er svona eitthvað akkurat þegar ég er eitthvað 15 ára eða Já, eitthvað. nákvæmlega. Shit, var það ekki geðið tímabil? Það var alveg feitt tímbil, já. sko. Þú veist, Já. það hefði hort á manna sér Gils Já, og lesið manna sér Gils. Ég horfði á það þegar ég var svona 7 ára. Já, ég líka. Þetta er alveg brazy pælingar, sko. Já, Þetta er pældi í alveg hella áhrifunum. Já, og þetta var til bara á föstutöfum í línulegri dagskrá. Pre-social media, sko. Bara öll þjóðin að horfa, sko. Crazy, Já. sko. Hellega, sko. Já, bókstaflega. Já. I'll allow it, sko. Ég veit ekki alveg hver spurningin er. Já, en- nei, já. Agenda með tónlistinni þessari var sko einhvers konar blanda af einhvers konar konsepti, af því ég er náttúrulega búin að vera í sambandi í 11 ár og þetta er svona frekar pushing the limit, eitthvað hvernig ertu nakin og ríða svo vel og sé hvernig þú hreyfir þig og Þetta er hérna, horn í dæmi. þetta er svona smá horn í dæmi. En að einhverju leyti var ég búin að vera DJ svo mikið að þetta var bara eitthvað svona, ég var búin að fylgjast með hvernig dæmið alls þar hann nýr bæ var og þetta var bara basically þessi plata, maður og sko langt síðan ég var rétt þessi plötu, hún kom út í apríl og síðan bara svona kemur hann út og hérna maður hættir að promóta hana þannig séð eitthvað svona formally, en þú veist, pælingin var að hún byrjar lagi sem heitir Hvernig ertu nakin, síðan kemur lag sem heitir hérna Hreyfið þig, hann voru að segja Hvernig ertu nakin undir þessum kjól, síðan segir hann hérna sé hvernig þú hreyfið, þú veist ég er til í þig, og hún segir bara eitthvað ég fíla það ekki, það kemur Alaska er einu stelpu versið á plötunni, hún segir bara eitthvað allt sem þú segir er ekki að heilla mig. Já. Þannig að ég er Justin Bieber, hún bara eitthvað damn, þessi gauður er fucking literally him. Það er land með 3. Land með 4 er
ríða svo vel, þannig er ég búin að ná henni heim, fattar mig. Já. Really in this bitch. Bara Einmitt, frá því að fuck. bara fömbla, skilur mig tvisvar, Já. yfir að setja Justin Bieber, yfir að ríða henni ógeðslega vel. Síðan kemur lag sem heitir, held ég, Bitches er að horfa. Já. Þá er ég svona eitthvað, hey, ég fíla alveg, fattar mig, en þú veist, ég er literally him ennþá. En við getum alveg farið í samband og búið til baby, þannig að þú ert eiginlega hún, skilur mig. Og með þér er allt einfalt og hérna, mér langar bara að kaupa Burberry fyrir þig og kaupa Prada fyrir þig. Og síðan lag sem heitir Fox Sama sem er bara eitthvað, ef ekkert að þessi satt, þá bara, ég er að gera mitt best á hvernig degi, sko. En það var svona smá koncept. Smá koncept á bakvið þetta og öll nýju lögin á upprunnu plötunni, þú veist, þetta er smá saga. Og ég pussaði limitið aðeins svo hart að fólk eiginlega hlusta ekkert mikið á þetta, sko. Ekki? Nei. Ég veit ekki með ykkur. Hvaða limit pushaður og hört? Bara að fara svona geist í það að tala kynlíf í íslenski tónlist. Þannig að ég var bara, þetta er fucking cutting edge. Hver hefur gert lag sem heitir Ríða svo vel? Þetta var alveg sjokk. Já, það er geðveikt, fattar mig. En svona bara eitthvað sem er, þú veist, með eitthvað skin in the game, skilur. Já, true. Og ég var bara eitthvað, þau eru tilbúin í þetta, fattar mig. Þau eru tilbúin í þessa liti og þau eru tilbúin í þetta kynlíf og þau eru tilbúin í að skila skömminni þegar það kemur að þessu. Af því ég líka er bara svo mikil svampur á þetta að ég, þú veist, er að gigga á einhverjum háskólaböllum eða menntaskólaböllum og þetta er orðið svo ömulegt, það er enginn í sleik og það er enginn að fokkin, þú veist, það er ekkert að frétta, skilur mig. Og fæðingartíðin í sögulegu lágmarki og bla, allt þetta, skilur mig. Og maður er bara eitthvað, einhver þarf að fokkin ríða vaðið og þú veist. Mér langar að vera hérna bara patient zero sem að þú veist myndi mögulega láta fucking fleiri artista taka filterin á sér, nota þessi orð sem er notað og þau erum að tala vestræna menningu líka sem er notað í fucking hverju á einasta lagi í Bandaríkjunum og að þú hlustaði á reggaeton þá var þetta bara eitthvað, ég ætla að ríða þér heita tíki mín eitthvað, þú veist þú veist að sjúga mig svo vel, bara öll laun er þetta sko. Já, en Íslendingar eru finnir og bældir. Þeir eru svo fucking bældir. Já. Og ég er ekki. Nei. Gerðist þetta... Og þetta var samt líka, þetta er líka bara, ég þurfti að drepa allt í kringum mig, ég þurfti að drepa bara allt, fattur mig, til þess að geta verið bara frjáls. Já, ok. Núna finnst þetta engum skrítið. Nei, nefnilega ekki, sko. Nei. Þetta þyrst að gerast. Já, en það sem er svo áhugavert við, þú veist, eins og fyrir mig, þetta var stærsta moment lífsmins að gefa út mína eigin tónlist, mína eigin plötu, mína eigin solo-plötu, það sem er eitt feature og þetta er bara allt frumsamið, pre-AI og bara original creation. Þetta er erfiðar, þú veist, þetta kemur ekki neinum í opna skjöldu að ég sé ekki út plötu, nema sjálfum mér, fattu ég. Það myndi ekki búast við neina öðru af mér sjálfum en ég var ekki út plötu, nema ég sjálfur. Já. Og þetta er svo hellað. Já. Þetta er bara stærsti óttin sem ég var með, fattur ég. Já, ok. Þú veist, þú varst náttúrulega í dúói. Já. Hvernig það var er aðeins öðruvísi. Já. Og ég bara skilti svona, þú getur bara línað inn í Brynjar og línað inn í að þetta sé bara eitthvað svona, þú veist, einhver hljómsveit skilur mig. Þetta er ekki beint þú skilur mig. Og Clubdub er svona ótrúlega áhugavert, þú veist, þetta Clubdub er bara eitthvað núna með, þú veist, 35.000 mánaðarlega hlustendur eitthvað á Spotify. Já, ok. Bara meira en, þú veist, fullt af fólki sem er bara eitthvað in the game. All artworkin þar, það er eitt artwork þar sem sést í okkur og þá eru með grímur á. Þetta var eiginlega svona smá bara það góð vara að það skipti ekkert máli hver var með þetta. Já, algjörlega. Þetta var basically anon, þú veist. Já. Nema bara þegar við fórum að gigga. Og við vorum það stórir að, þú veist, þetta var bara eitthvað, við vorum að gigga bara eitthvað á árshátíð, þú veist, Eimskipa og Arjónbanka og eitthvað svona, þú veist, og steikt. Okkur anon gauðra. Já. En ekki langar ekkert bara að reconnect og hendi ykkur aftur. Ekki akkurat núna, sko. Nei. Not right now, sko. Fair, sko. Not right now, akkur ekki. Bara alls konar various reasons, sko. Ég er bara með barnið mitt og ég er með taktak og ég er með mína tónlist og Brynjar er bara með, hann er sjálfur rauna í alls konar tónlist og hann er með All Capital, eitthvað svona smá fatamerki og þú veist. Og bara eitthvað, chillin, sko. Já, en þetta er svo huge, þú veist, skref get ég ímyndað mér frá því að vera í dúi, að ég bara ímyndað mér, þetta er eins og smá bara ég myndi fara að gera mitt eigi podcast án Emilíu eða eitthvað svona, því að þetta er ekki, eftir 9 ár eða eitthvað. Já. Eftir 8 ár. Já. Af því að maður er svo mikið með þetta að lína á hver aðra og þetta er ekki... Já, mikil pressa.
Já, ekki Já, nærri. einmitt, það er þetta Ef þetta væri deilunni. bara Álfeyður the podcast, þá væri ég bara síðust. En síðan eftir smástund, það myndi enginn búast við neina öðru af Nei. þér að þú myndi gera það, Nei. nema þú sjálf. Já. Síðan þegar þú myndir taka skrifa og þessan líka, af því að það er þannig, að þá fær maður heldur ekki bara eitthvað, út af því að maður er svo uppi, þá fær maður heldur ekki bara eitthvað, vel gert maður. Þú veist, það er bara eitthvað, hey, basic fyrir hann að gera þetta, skilur. Já. Þannig að maður fær ekki blóm eða fær ekki neitt hrós eða neitt, skilur mig. Já. Og núna þegar, þú veist, ég þekki svona flesta inn í bransanum, þegar einhver gefur út plötu eða eitthvað, þá ringi ég alltaf í hann og segja, hæ, hérna, þú ert ekki einn í þessu til hamingju, ég veit hvað þetta er fokki mikið vinna og þetta kostar fokki mikið pening. Ég er búinn að hlusta til hamingju, ég elska þig og hann er bara eitthvað, já takk, ég er ekki búinn að heyra í mér eða neitt, skilur mig, þú veist, it's a lonely road, sko. Já, Það fattir mig, og það er ekki að búast í neina öðru, já, ok, það Ísleifur að droppa ykkur lagi Já, í já. dag eða eitthvað, ég veit ekki, skilur mig. Já. Basic fyrir hann, en hann er bara eitthvað, Já, bara, hvernig á ég að gera þetta, skilur mig. shit, já, mann pælir ekki í því. Á maður að vera, Þetta byrtist bara. Ok, á maður að vera að senda bara vídeo Já, til nei, hann. ekki af því að þú veist, síðan er svona, þú veist, núna finnst mér svona algengt eitthvað að gælur að fá 60 comments á hverju mynd. Bro, hversu niðri þarf það verið að fá 60 comments? Shit. Vorkinni fólkið er bara, eða skilur mig. Já. Það er vel Af hverju eru allir að reyna að hæpa þig? Meðvirki með Þú þér, meinar. Já. Þetta er svona fín milli lína, skilur Allir mig. eitthvað hopping on your dick. Já. Þú veist, Já. En oft hugsa maður eitthvað svona, já, þessi einstaklingur, hann er að fá nóga hrósum, veist, ég þarf ekki að já. vera, Já. Og síðan þess að líka, þú veist, eftir mínum lífsreglum að þá, þú veist, verðum að, ég er líka svona freka flatlænar af því að þegar einhver rósa mér og segir bara, takk maður, ég kann að með þetta, bara thank you. Og þegar einhver segir eitthvað ömulegt við mig og segir bara, hey, thank you, takk fyrir, ég tek þessu hvorki hvorugt tekið persónlega. já, lífsregluna 4. Já, og þá verður þetta smá svona flatlænar líka, skilur mig. Já. En er það góður lífstíl, eða? Mér finnst það frábært, sko. Já. Mér finnst það æðislegt, sko. Já, mér finnst það hljóma frekar vel, sko. Já, það er ekki, sko. Bara hættir að sóa tíma, sko. Já. Ég haldi eitthvað. Að því fólk er alltaf að segja eitthvað bara fyrir sig. Já, nefnilega. Það er dæmið, sko. En það er samt gott að, þú veist, hrósa og vera góður Já. og vera hlýr, skilur mig. Algjörlega, sko. Og taka eitthvað real talk sérstaklega, skilur mig. Ekki endilega bara hrósa bara fyrir þig til þýliði vel, þetta er bara eitthvað vera með manneskunni, skilur, eins og nú er ég eitthvað svona að upphefja mína pælinga að hringi einhvern sem að ég finn samúð með að hafa verið að gefa út 10 laga plötu og hún er bara komin út og bara eitthvað, þú veist, þetta er fucking hella að gera svona tótt, sko. Og uppsætið er bara eitthvað, þú verður að gera þetta. Af hverju þetta gera þetta? Þú verður að gera þetta. Það er einhver köllun að gera þetta. Já. Þú veist, Einmitt. ég græði ekkert á þessu. Nei. Að gefa út einhverju plötu. Nei. Í rauninni, bæðið það er maður græðir með Já. þessu. Af hverju er maður að gera þetta? Þú bara þarft að Ég þarf að gera þetta. Já, einmitt. Það, já. Af því að Ég get ekkert annars annað. gerir engin annar Nei. þetta, sko. Þú veist, og mögulega gerir einhver annar þetta og ég er bara eitthvað, ég hafði að gera þetta. Já, true. Það sökkar. Já. Það sökkar, sko. Er það ekki, byrju, hver var að segja mér daginn, ef maður fær hugmynd, Andri Snær. Andri Snær? Ég veit hvað þú ert að fara að segja. Fuck, sagði hann þetta, ok? Með að það séu hugmyndir fljótandi í kosmosinu Já, og svo já. er bara spurning hver næri að grípa hana Já, já, og já. gera hana. Einmitt. Ég er með tattooinu sem þetta er I love, bara, og ekkert meira. Þú veist, þannig að New York style. Já, geðveikt. Bara I love, og mér langar svo mikið að setja þetta á ból. Já. Bara, og ég er með þess að hanna bólinn í dag, bara, sem Ok. er svona. Síðan er Beggi bara eitthvað, ei, fyndið, tjekka, þetta merki var bara bókstaflega að droppa þessum ból. Bara í dag, sko. Fuck. Þetta er bara hugmyndi sem er hér. Já, Einmitt. nákvæmlega. Ég er búin að vera með þetta í nokkur ár, þetta Já, er Já, tattoo-þáttur já. mig. Einmitt. Og þetta er bara, ef að þú gerir þetta ekki og gera það einhver annar sem er fljótari Þú vilt ekki sjá því, framkvæma. sko. Nefnilega, Og Íslendingar eru í super slow-mo þegar það kemur að framkvæma, sko. Já, Já. já, Það er nákvæmlega. engin gróska í tónlistabransanum eða eitthvað, þú veist, Já. það er engin eitthvað að múfa á einhverju hellu speed. Nei. Þetta er allt ógeðslega hægt. En hvað, þú veist, finnst þér eitthvað svona, þú veist, er eitthvað bara poppin akkurat núna, eitthvað svona nýr í bransanum? Mér finnst sko, það er ótrúlegt með eins og Pétur, St. Pete, Já. hann skila bara af sér góðri vöru eiginlega alltaf. Já. Og það kemur nú ógeðslega langt, hann er ógeðslega góður að læna með bara eitthvað, ok, nú ætla ég að fara að læna með Auðvitað og Steinda og þeim, skilur mig, og Netismjör og, þú veist, Birni og Þormóði og eitthvað. Já. Og í hvert skitt sem hann kemur þá skilur hann ógeðslega góðri vöru, þannig að, þú veist, hann er að múfa, Kolfreyja Alaska er að múfa svo ógeðslega hratt, hún byrjaði, hún var mætt fyrsta sem gáði verið febrúari fyrra og hún er bara eitthvað að fara að gefa út einhver blötu núna og ég var með henni daginn og var eitthvað að tala um einhver invite listan á þetta partí sem hún ætla að halda og ég var bara eitthvað, djöðlar þú að fucking múfa maður Fuck. bara eitthvað gaur
Ég fíla það, sko. Það er geðveikt. Já. Hvað finnst ykkur? Kolfreyja, ég er eiginlega bara sem á sammála, sko. Já, ég sko er eitthvað nýbyrjuð að hlusta á hana Latta. Já. Mér finnst það alveg smá snillt. Já, sko. Gross Já, finnst mér Gross vera Gross einmitt. Ógeðslega hæfileikar ykkur. ógeðslega Já, leikur. hann er með þetta, sko. Já. Egil Agnar líka, sjátt, sko. Já. Mælum með mói Sko, sjálf. mér finnst svo leðilegt að tíminn okkar sé eiginlega að vera búinn. Damn. Fuck, já, við erum að fara að skjóta tónlistamindband. Við erum að fara að taka upp tónlistamindband, sko. Já. Fyrir hvern? Fyrir Leyni. kvikindi. Það er hljómsveit sem að systir mín er í. Hún gerði þess að lag sem heitir Ríða mér. Nice. Hvað er gömul? Hún, Nei, eldri en þú. já, hún er 94 módel. Hún á börn og býr upp í sveit, sko. Cool. Er eitthvað sem við viljum gera að lokum? Já, viltu plugga það? Já. Nei. Nei. Ég meina, ég er búin að vera með auglýsingu hér. Já. Við erum að gefa út föt næsta þriðjudag. Eða hvað? 1. september. Er það þriðjudagur? Mánudagur? Á, sko. I don't know, sko. Nei, 1. september, kl. 8. Geðveikt. Check it out. Check it out, Já. sko. Ok, heyrði. Takk fyrir mig. AK Já. Riz, Æðislegt takk fyrir að koma í potið. Já, takk fyrir þig, sko. Takk fyrir þig. Takk fyrir allt sem þú gera fyrir íslenska menningu. Já, Kærar fuck, þakkir. haldið áfram. Alltaf áfram, sko. Alltaf áfram að skína. Já. Voru við ekki bara góða við þig? Ég held það. Jú, ég var góð, sko. Það var ekkert ulterior motive hérna. Nei. It remains to be seen. Ég gæti ennþá verið að tralla mig, sko. En þú getur þú skutla Nei, mér nei. heim, eða? Ég get það, sko. Heyrðu, kæru vinnir, við sjáumst í næstu viku. Það er loka þátturinn okkar. Og hann verður, þú veist, örugglega bara fucking gáður, skilur. pottet. Þannig að vera tune in, tune up, pull up, haldið áfram að vera í sleik, skilur. Haldið áfram að vera heit. Dýrk ykkur. Já, maður, fulla ferð, sko. Já, Fulla verð. Saman í þessu. Jöps. Halleluja. Áfram Ísland. Áfram Guð Ísland. bless Amen. ykkur. Godspeed. nice. Ok, geðveikt. Þú ert að hlusta á Talað við mig á Samstöðinni. Talað við mig.